Og þú sem sagt sérð lífið eins og það að þar bæði gott og vont í boði. Þannig að við höfum í raun og veru engan valkost annan en að bara vera góðum megin í lífinu af því við getum það, en við verðum að velja það. Og ég vel í dag að þjóna Jesú. Eins og ég hef gert alveg frá því að ég gekk inn í hans rann og gekk inn í hans hús 1989. Þannig að það hefur engin breyting orðið á því. Og við sem trúum Biblíunni, við tökum bara við svona boðskap og þetta einmitt það sem að þessi maður, fyrrverandi sjómaður, núverandi landmaður, hefur verið að gera síðustu, bráðum 20 ár og veiklast ekkert neitt í þeirri trú. Ágætu vinir til sjós og lands auðvitað líka. Tölum auðvitað Guðsorðið til allra sem vilja heyra og við erum bara Guðsmenn sem að reynum að koma boðskapnum á framfæri og allar stéttir eiga svo sem sama rétt á að heyra eins og sjómenn, þó sérstaklega sér til tala til þeirra á þessum tíma vegna þess að það nú einu sinni þeirra dagur og þetta þeirra frídagur og svona sérstaklega tileinkaður þessari stétt, sjómannastétt, en sjómenn hafa auðvitað lengi verið trúaðir menn og það var nú í þann tíð sem að fyrir tíma flugvéla og farkosta slíkra að þá voru það nú þeir sem að fluttu trúboðan á milli staða og gerðu það verkum að þeir gátu unnið sína vinnu á trúboðsakrunum fjarri heimalandi sínu og þá var hoppað borð í bát og sem sagt farið yfir hafið og boðskapurinn fluttur þar. Það er ljóst að sjómenn hafa gegnt lykilhlutverki í þessari trúboðsmennsku fyrir tíma flugvélanna. En svo komu þær blessaðar og þá var þetta nú allt saman einfaldara og líka bending það að Kristur fer að koma. Því að þegar nær dregur tíma hans, þá verður miklu meiri hraði á öllum hlutum í kringum okkur. Og farkosturinn sem við búum við í dag einn af þessum þáttum. Þannig að allt þetta inn í áætlun Guðs sem segir mér það, hann að koma, hann fer að koma. Og hvað segir þetta mér og þér meira? Jú, við skulum vera viðbúnir því hann sé að koma. Og þess vegna boðskapurinn til sjómannsins þessi, að vera vakandi á verðinum og gera vilja Guðs og vera auðmjúk manneskja, því að það það sem að honum ætlað á hverjum tíma, að vera auðmjúk manneskja. En trúarhliðina, veit ég ekki, svona, það var nú sjálfur ekki trúaður þá og ekki minnist ég þess nú að nokkur maður hafi nokkurn tíman stunið upp bæn eða lesið í Biblíu, en samt var það nú þannig ef það náðist útvarpið sem var nú eftir dintin og dantinn, það náðist ekki alltaf útvarp, það var nú reynt að hlusta á messuna klukkan 6. Ég held að allir hafa nú viljað það bara svona fundist að mjög tilheyra þessu andartaki sem þeir voru á í kringum jólin.
Þannig að ég minni það nú að það hafi nú allavega verið í góðu lagi. Já, en það breytir ekki því að jólin standa alltaf fyrir ákveðnum þáttum. Það ekkert hægt að neita því. Og einn af þessum þáttum jólabarnið, og við veitum hvað jólabarnið heitir, ekki satt? Það heitir Jesú Kristur og hann vann alla þá vinnu sem að þurfti að vinna til þess að ég geti orðið hólpinn. Og ég verð hólpinn með því að segja já við Jesú og leyfa honum að koma með sinn heilaga anda í hjartað og þá ég sem sagt komin inn á þennan mjóaveg sem Biblían talar og jólin geta alveg minnt mig á því að þau standa á þessum grunni sem að Jesúbarnið sjálft innleiddi. Það er að segja, eftir að hann var fullorðinn og eftir að hann byrjaði að vinna þá vinnu sem að endaði á krossinum, kannski ekki réttur tími til að vera að tala krossin, en í sömu andrúm að tala Jesú, þá fylgir það bara með.